Komið sæl, það var norðaustanátt ríkjandi á landinu í dag, hiti var víða rétt frostmark við ströndina sérstaklega og það var dálítill lélegangur á norðan og austanverðu landinu. Við sjáum hérna aðeins í jaðarinn á skilunum frá svona móðurlægðinni sem er hér langt suður af landi, sjáum hana hérna á þessu yfirlitskorti en frá henni myndast lægðir og lægðadrög sem að ganga til landsins og valda áframhaldandi austan og norðaustanátt og ofankomu sérstaklega á norðan og austanverðu landinu næstu daga. Það bætir heldur í vind og úrkomu síðdegis á morgun og það eru gular viðvaranir í gildi fyrir norðaustur land á morgun vegna hríðar og það má líka búast við því að það hvessi suðaustan til. En í fyrramálið er útlit fyrir norðaustanátt, svona 8 til 15 metra á sekundu á suðvestanverðu landinu. Hiti réttum eða undir frostmarki allvíða, helst að hiti nái yfir frostmark allra syðst og mögulega á sunnanverðu Snæfellsnesi. En þegar við förum til norðvesturs að þá er útlit fyrir éljagang og líklega einhvern skafrenning sérstaklega til fjalla. Það er hins vegar hiti réttum frostmark við ströndina og það gæti þá verið smá bloti í snjónum. Það hjálpar til við að hemja skafrenningin þannig að við skulum vona að það takist. Á norðaustanverðu landinu er heldur meiri þéttleiki í úrkomunni og verður líklega blint svolítið á fjallvegum. Það er skafrenningur alveg örugglega á Mývatns- og Möðrudalsöræfum og jafnvel á Jökuldalnum og svo líka á fjallvegum á Austfjörðum og það er svolítið hvasst við ströndina en aðeins minni vindur inn til landsins allavega til að byrja með. Það svipað sögu að segja af hitanum, hann er rétt eða undir frostmarki við ströndina og svo kólnar inn til landsins. Á Suðausturlandi er útlit fyrir norðaustanátt og hún gæti orðið allhvöss í Öræfum strax í fyrramálið. Hiti rétt 2 stig en líklega bjartviðri sérstaklega vestan Öræfa. Hérna erum við að búast við því að vindur nái svona 25 metrum á sekundu þegar liða tekur á daginn í Öræfum og vindhviðurnar gætu alveg náð sér á strik líka. Síðdegis á morgun þá hvessir aðeins af norðaustri og það bætir heldur í ofankomuna. Það er útlit fyrir að það gæti orðið svolítið blint á fjallvegum og einhver skafrenningur. Það er ekki útlit fyrir að úrkoman nái mikið inn á norðvestanvert landið nema þá helst á strandir. En það eru gular viðvaranir vegna hríðar, það þýðir að samgöngur svona gæti orðið erfiðari en það er ekkert í líkingu við veðrið í síðustu viku í kortunum núna. En það má hins vegar búast við því að blási duglega í Öræfum á morgun og það er gul viðvörun vegna vinds. En við skoðum síðan þróunina frá því síðdegis á morgun og fram á föstudag. Viðvaranirnar eru í gildi fram á föstudag og þá dregur heldur úr ofankomu og vindi í bili en síðan sjáum við það þéttist aftur á milli þrýstilína hér aðfaranótt laugardags og það má búast við því að verði nokkuð samfelld ofankoma, slittaði rigning á láglendi á Austfjörðum en snjókoma líklega inn til landsins. Hér sjáum við föstudaginn, það er svona heldur hægari að litast en það er samt talsverður vindur víða í kringum landið, bjartviðri og hiti rétt yfir frostmarki á sunnan- og vestanverðu landinu en áfram éljagangur norðan og austanlands. En á laugardaginn þá gengur næsta bylgja í þessari lægðasúpu upp að austurströndinni. Það hlánar líklega og rignir á láglendi á Austfjörðum en slitta eða snjókoma til fjalla og síðan er líklega slittaði snjókoma líka á norðanverðu landinu. Hiti rétt eða yfir frostmarki sunnan og vestan til. Það verður nú líklega allhvasst á öllu landinu í þessu veðri og hér gæti orðið varasamt að ferðast á milli landsluta og ef þið ætlaði að vera á ferðinni fyrir jól þá þarf að fara að skipuleggja sig vel og sæta lagi þegar veður og aðstæður leyfa. Á sunnudaginn þá gengur þessi norðaustanátt smám saman niður en það er áframhaldandi ofankoma í kortunum og í þessu veðri er auðvelt að fá skafrenning og blindu á fjallvegum sérstaklega og þetta gæti orðið svolítið erfitt á milli landsluta helgina. En á morgun eru gular viðvaranir í gildi vegna hríðar frá því síðdegis á morgun og fram á föstudag. Þetta á við norðaustanvert landið. Á Suðausturlandi er viðvörun vegna vinds en það er öllu rólegra veður og bjartviðri hér sunnan og vestan til. Verið sæl.